Svo virðist sem átökum á milli Írans og Ísraels sé lokið. Vopnahlé ríkjanna sem komið var á í morgun heldur eftir reiðilestur Bandaríkjaforseta. That they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Kristrún Frostadóttir segir að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins verði sögulegur en gæti þó orðið átakamikill. Hún og utanríkisráðherra eru komnar til Haag þar sem fundurinn haldinn. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vill taka upp sektir þegar vara í endursölu hér á landi stenst ekki evrópskar öryggiskröfur. Stór hluti af vörum frá kínverskum netsölutorgum inniheldur skaðleg efni. Hátt í 1000 manns hafa mótmælt fyrirhugaðri byggð við Vesturbugt í Reykjavík. Verktakinn segir ekki rétt að byggja eftirlíkingar, heldur nútímaleg hús sem falli vel að höfninni. Mörg tré sem laufgast höfðu vel í hlýindunum í maí urðu illa fyrir barðinu á norðanhretinu í byrjun júní. Laufblöðin sem snúa á móti norðri eru visin en þau sem voru í vari eru fagurgræn. Komið sæl. Vopnahlé milli Ísraels og Írans heldur enn þar sem komið en það virðist hafa farið út þúfur fyrir í dag. Bandaríkjaforseti las báðum ríkjum pistilinn. Forseti Írans hefur lýst yfir stríðslokum og Ísraelsher segist ætla að einbeita sér aftur að stríðinu á Gaza. Bandaríkjaforseti tilkynnti vopnahlé Ísraels og Írans í morgun. Þungar flugskeitaárásir gengu á víxl í nótt og minnst 9 fórust í Íran og 33 særðust. Í Ísrael fórust 4 og 20 hið minnsta særðust. Fljótlega eftir að vopnahléið tók gildi sökuðu Ísraelar Írana að hafa skotið flugskeitum á landið og þar með rofið vopnahléið. Loftvarnarkerfi hefðu stöðvað þau og varnarmálaráðherra Ísraels hét þungum hefndarárásum. Vopnahléið virtist því vera fyrir bí þegar leið á morguninn. Bandaríkjaforseti var ekki sáttur og sakaði báðar þjóðir að rjúfa það. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Íranar hafa alfarið vísað ásökununum á bug og forseti landsins hét því í dag að stjórnvöld ætli að virða vopnahléið svo lengi sem Ísraelar geri það líka. Ísraelar gerðu árás á radarstöðnari Teheran sem svar við því sem þeir telja brot Írana á vopnahléinu. Þeir segjast hafa látið af frekari árásum eftir samtal Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels við Bandaríkjaforseta. Og rétt fyrir fréttir þá lýsti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels yfir sögulegum sigri á Íran eins og hann orðaði það í sjónvarpsávarpi. Hann sagði Ísraela ætla að koma í veg fyrir allar tilraunir Írana til að endurnýja kjarnorkuáætlun sína. Nú en allir 32 leiðtogar NATO-ríkjanna þar á meðal Bandaríkjaforseti eru komnir til Haag í Hollandi þar sem fundur þeirra nú haldinn. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að fundurinn verði sögulegur. Björn Malmquist fréttamaður í Haag. Nú Björn, sögulegur fundur segir forsætisráðherra en gæti líka orðið átakamikill ekki satt? Jú, alveg rétt og kannski tölum átökinu eftir en hann gæti orðið sögulegur í þeim skilningi að hérna stendur til að samþykkja áætlun að öll aðildarríkin 31 pluss Ísland stór auki útgjöld sín til varnar og öryggismála á komandi árum. Þetta áætlun sem hefur verið í burðarliðnum undanfarna mánuði og þetta gert ekki bara til þess að ekki bara vegna þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gert kröfu þetta reyndar eins og fyrri forseti Bandaríkjanna, heldur einnig vegna þess að Evrópuríkin sjá núna að þau þurfa raunverulega að leggja meira til varnar og öryggismála en þau hafa gert á undanförnum árum, ekki síst vegna Úkraínu. Og það almennur vilji til að friðþegja Trump Björn ekki satt að koma málum þannig fyrir að hann fari sáttur á þessum fundi og það verði ekki átök. Já, það undirliggjandi tónn og hefur verið í aðdraganda þessa fundar undanfarnar vikur og mánuði að halda Trump góðum. Menn hafa svolítið gengist upp í því að skjalla hann og svona halda honum blíðum og það kannski birtist ekki síst í afar sérstökum skilaboðum sem að Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sendi Trump fyrr í dag og forsetinn birti síðan á sínum samfélagsmiðli. Hann lofaði forsetanni hástert
talaði að hann myndi vinna mikinn sigur hérna í Haag og honum myndi takast það sem að fyrri Bandaríkjaforsetum hefði ekki tekist í áratugi, þar að segja að fá Evrópuríkin til að auka útgjöld sín til varnarmála. Það var örugglega svona skipta skoðanir kannski hvernig þessi áætlun verður framkvæmd á næstu árum og jafnvel áratugum, hvernig ríkin standa sig í því að gera raunverulega það sem þau lofa að gera. Og það verður ekki síður tekist á held ég stöðuna í Mið-Austurlöndum, ekki síst eftir árásir Bandaríkjamanna á Íran helgina sem að nokkrir Evrópuleiðtogar hafa lýst sig andsnúna og sagt í trássi við alþjóðalög. En við ræddum stuttlega við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra núna í síðdegis, reyndar eftir að hún hafði heilsað upp á títtnefndan Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO sem var á vappi þarna rétt hjá þar sem að ég var að taka viðtal við Kristrúnu. En við töluðum við hana aðeins þennan fund og hvað svona lægi fyrir dyrum á honum í kvöld og á morgun. Þetta verður sögulegur fundur. Það eru auðvitað að verða mikil eðlisbreyting á framlagi margra landa, en það mjög mikilvægt að hafa í huga að það ekki að verða nein eðlisbreyting á sambandi Íslands og NATO og veru Íslands innan NATO. Það ennþá ríkur skilningur á þeirri stöðu að við erum herlaus þjóð. Það ekki verið að gera kröfu bein varnarframlög þegar kemur að þessu, en við erum að skoða auðvitað varnartengda innviði og þetta auðvitað eitthvað sem verður undir í kvöld. Vistu við átökufundi? Það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig málin þróast, en það verður örugglega ýmislegt sagt. Sagði Kristrún rétt eftir að hún kom út af fundi með Mark Carney, forsætisráðherra Kanada og öðrum forsætisráðherrum Norðurlandana. Þau sátu hérna í eftirmiddaginn nálægt fjölmiðlamiðstöðinni þar sem að leiðtogafundurinn haldinn og ræddu varnar- og öryggismál á norðurslóðum. Það tema sem að ofarlega í huga þessara ráðamanna þessi daginn og misserinn. Við viljum nánara samstarfi í öryggis- og varnarmálum við Kanada, en við höfum líka vilja vinna svolítið saman sem hópur á norðurslóðum og Norðurlandahópurinn. Við sjáum bara mikil tækifæri þarna þegar kemur að því að styrkja innviði, þegar kemur að líka vörnum á svæðinu. Þetta hafa auðvitað verið lönd sem hafa vilja halda norðurslóðum sem kannski óspennu eða svona lágspennu svæði, en fólk áttar sig á því að það að verða breyting þarna. Carney var einmitt í Brussel í gær að skrifa undir viðamikinn samning varnar- og öryggismál við Evrópusambandið og Kristrún útilokar ekki slíkt samstarf við Kanada í framtíðinni sem kannski enn eitt merkið svona þessar undirliggjandi flekahreyfingar sem í alþjóðapólitíkinni þessi daginn. En við höldum áfram að fylgjast með þessum fundi. Ég verði væntanlega með viðtal við utanríkisráðherra í fréttum klukkan 10 og síðan fylgjast við með fundunum eftir því sem áan líður í fyrramálið. Takk fyrir þetta Björn Malmquist, þú stendur vaktina svo sannarlega í Haag. En þá það pólitíkin hér heima. Þingflokksformenn reyna að ná samkomulagi þinglok og afgreiðslu mála. Hægt miðar en þingflokksformaður Samfylkingarinnar segir hentugast að ná samkomulagi fyrir mánaðamót. Mikið uppnám varð vegna orða forsætisráðherra í Kastljósi í gær. Formenn þingflokka hafa fundað síðustu dag og reynt að semja framhald þingstarfa og þinglok. Á meðan heldur önnur umræða veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar áfram 7. daginn. En það voru orð forsætisráðherra í Kastljósi í gærkvöld sem hleyptu þingstörfum í uppnám. Ég hef upplifað það í þinginu, svo ég segi það bara alveg hér hreint út, að það hefur verið í falsfréttastíl hvernig umfjöllun þetta mál hefur verið hjá minnihlutanum. Það verið að hræra í pottinum til þess að skapa ótta, til þess að skapa óvissu og það ekki gott. Mikill hiti var í þingmunni vegna þessara orða miðnætti í gær og við upphaf þingfundar í morgun. Þar sagði þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins að erfitt væri að halda áfram viðræðum með þessi orð óleiðrétt. Okkar verkefni auðvitað að ná þinglokasamningum hérna fyrir fólki í landinu og áttum okkur á ábyrgðinni þar en það fór smá sandur í hjóli núna í ljósi viðtalsins sem að forsætisráðherra kaus að fara í gær og ræða málflutning stjórnarandstöðunnar sem að okkur þykir miður. Já, ég meiti rauninni bara stöðuna þannig að þingflokksformenn eru að funda. Það annars verið að ræða þessi svona stóru mál sem að hafa kannski verið svolítið svona mest talað hér í þingsal, en svo einnig líka bara praktískar úrlausnarefni þingloka. Það ákveðin handtök sem þarf að vinna við þinglokasamninga, en að þessi samtölu eru bara bæði virk eins og staðan núna. Boltinn semsagt hjá þingflokksformönnum og jafnvel þótt þeir nái samkomulagi þinglokinn strax alltaf eitthvað eftir af þingstörfum því fjölmörg mál sem þarf að klára að taka tíma. Mestur tími hefur farið í veiðigjald og bókun 35. Já, við erum náttúrulega að horfa á það, það fer að koma í júlí, þannig að við erum að horfa á þessi mánaðamót sem væri náttúrulega hentugast að ná að klára, en til þess þarf náttúrulega að loka þessu samtali. Með hverjum fundinum sem að nær dregur þá skilar það vonandi okkur árangri.
Franski maðurinn sem fannst látinn ásamt dóttur sinni á Edition hótelinu glímdi við alvarlega nýrnabilun og var illa á sig komin vegna veikinda sinna. Þetta kom fram í fréttaskýringaþættinum Speglinum í kvöld. Eiginkona mannsins og móðir konunnar í gæsluvarðhaldi á Landspítalanum, grunuð að hafa ráðið þeim bana. Vettvangsrannsókn á hótelherberginu enn ekki lokið og það því áfram innsiglað. Lögreglan hefur sent réttarbeiðnir bæði til Írlands og Frakklands þar sem farið fram á að ýmis atriði verði rannsökuð. Nánar má lesa þetta mál á ruv.is. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vill að hægt sé að sekta þá sem endurselja vörur með skaðlegum innihaldsefnum. Nýleg dæmi þar sem barn þurfti að fara á barnaspítala eftir að hafa notað vörur frá Temu sýnir hættuna glögglega. Það færist í aukana að verslanir panti vörur frá kínverskum netsölutorgum á borð við Shein og Temu og endurselji hér. Samkvæmt fjölda rannsókna stenst stór hluti af þessum vörum ekki evrópskar öryggiskröfur. Fyrra árinu stiftist 5 ára íslensk stúlka út í útbrotum á andliti og þurfti að leita á barnaspítalan eftir að hafa notað hárspöng frá Temu í nokkrar klukkustundir. Teymistjóri markaðseftirlits hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir mikilvægt að stjórnvöld innleiði markaðseftirlits og vöruöryggisreglugerð ásamt regluverki stafræna þjónustu Evrópusambandsins til að bregðast megi við af auknum mætti. Við myndum vilja sjá réttarúrræði á borði sektir, að það verði skýrar sektarheimildir í lögum sem að snerta markaðseftirlit. Þá er ég bæði að tala dagsektir sem eru svona þvingunarúrræði. Þegar að tilmælum til að mynda ekki sinnt, tilmælum úrbætur, stjórnvaldssektir ef að rekstraraðilar að brjóta gegn stjórnvaldsákvörðunum til að mynda sölubönn og svo heimildir til þess að krefja rekstraraðilum endurgreiðslu kostnaðar vegna eftirlits ef í ljós kemur að vörur uppfylla ekki kröfur. Atvinnuvegaráðherra segir unnið að innleiðingu markaðseftirlitsreglugerðar Evrópusambandsins. Það er verið að samræma kröfur og eftirlit með framleiðslu vöru. Þannig að þegar það er komið þá hefur verið að auka úrræði eftirlitsaðila til að hafa eftirlit með þessu. Af því það er mjög skýr vilji til þess að tryggja að þessi umgjörð sé skýr, að það sé ekki óþarfa flækjustig og að eftirlitið sé þess eðlis að neytendur geti tryggt því að sé verið að passa upp á þetta. Verið að safna undirskriftum gegn nýrri byggð við Vesturbugt Reykjavíkur því gæta þurfi vel að umhverfinu. Andstæðingar byggðarinnar gagnrýna að ekki hafi fengið að sjá neinar teikningar en lóðar hafin segist þær verða sýndar þegar þær verða tilbúnar og komnar til skipulagsyfirvalda. Fyrirhugað er að reisa 177 íbúða byggð í nokkurum húsum við Vesturbugtin í Reykjavík þar sem Daniel Slippur stóð áður. Þar verður einnig verslunar eða atvinnuhúsnæði. M3 fasteignaþróun keypti byggingaréttinn fyrir rúma 3 milljarða króna. Efnt hefur verið til undirskriftasöfnunar þar sem krafist nýs deiliskipulags, þar sem fyrirhuguð byggingaráform gangi gegn umhverfisvernd borgarinnar í aðalskipulagi og 800 manns hafa skrifað undir. Þetta er ekki staðurinn til þess að akkurat að þétta. Þetta er staðurinn til þess að efla borgarandan og skapa andrými. Staðarandinn hérna er svo viðkvæmur og við höldum áfram að þurrka yfir staðarandan með svona kassalega blokkum sem eru ekki með mikinn karakter. Þá deyr hann út og hann er rosalega viðkvæmur. Og við höfum skoðað bæði hvernig uppbygging er í Kaupmannahöfn, Oslo og Helsinki. Hönnuðirnir hafa farið þangað, þar er verið að breyta iðnaðarhlutum í íbúðabyggð og við horfum dálítið til þess. Það er held ég skekkja að vera að fara að byggja aftur og bak ykkur svona replikuhús, heldur að byggja nútímalega góða byggð sem fellur samt vel að höfninni. Ég held að það sé miklu meira. Örn segir húsin 3 og 4 hæða utan eins hús sem verði á horni neðarlegi lóðinni, það verði 5 hæða og muni standa við hlið 7 hæða hús sem stendur á næstu lóð. Bíl verði á milli húsa með inngari fyrir almenning á milli. Ásta Olga segir að í aðalskipulagi sé klausa að svæði sé innan hverfisverndar og þar er að huga sögulegu samhengi og hverfamynstri. Á þessari stundu sé ekki ljóst hvernig húsin muni líta út. Já, við höfum kallað eftir teikningum hjá lóðahafa. Ég hef ekki fengið þær, þannig að við höfum bara einfaldar, við getum bara sýnt einfaldar útlínur eins og gengur, en mér skilst að það sé bara korter í framkvæmdir og þá er náttúrulega mjög skrítið að fá ekki að sjá neitt. Það er nú bara eitt svar við því að þær hafa bara verið í vinnslu. Það er ekki hægt að afhenda eitthvað sem er ekki búið að gera. Við erum að vinna þetta mjög hratt með hvenær við fengum lóðina afhenda eða kláruðum kaupin. Þannig að, og auðvitað fyrir þetta fyrst til skipulagsins en ekki sent til áhugasamra aðila eitthvað staðar í Vesturbænum. Þannig að þetta er
verður auðvitað birt þegar við erum búin að leggja þetta inn til skipulagsins. Til skoðunar að sekta fólk fyrir að skilja eftir húsgögn og tæki við grenndarstöðvar Sorpu. Það hafa verið settar upp öryggismyndavélar. Það kostar fyrirtæki 20 milljóna á ári að hreinsa þaðan ýmsa muni. Akkur það þessu? Við þurfum að bregðast við því að fólk að skilja rusl eftir á grenndarstöðum sem það má ekki gera. Öryggismyndavélarnar eru nú við nokkrar grenndarstöðvar Sorpu en tilstendur að setja þær upp á öllum stöðvum í Reykjavík og Kópavogi. Á hverju ári kostar það 20 milljóna að hreinsa þar til og sækja þangað ýmsa hluti sem fólk skilur eftir. Það eru raftæki, það eru sófasett, það eru barnaleikföng, það bara, þú getur bara notað ímyndunarafl til að kokka upp það sem við förum og sækjum. En þetta ekki bara út af því að þið ekki nú duglega að tæma gamana? Við lítum hérna á gamana fyrir aftan okkur, þá engin þeirra merkt búslóðir. Þannig að það í langflestum tilvikum, þó svo að gámarnir vissulega fyllist, að þá þetta í langflestum tilvikum eitthvað sem á ekki heima á stöðvunum. En ekki hálf skrítið að það þurfi að vera með rafræna vöktun af fólki sem að losa sig við sorp? Maður hefði haldið það. Og það geti haft afleiðingar verið fólku upplýst að því að losa sig við sorp á rangan hátt eða á röngum stað. Við höfum átt samtal við hvort tveggja lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og Umhverfisstofnun að beita sektarákvæðum sem eru í lögum. Við höfum ekki viljað fara þá leið enn sem komið Kaldur norðanvindur mánaðamótin hafði slæm áhrif á trjágróður, sérstaklega lauftré í litlu skjóli. Yfirmaður garðyrkju og Reykjavíkurborg segir þau komast yfir áfallið seinna í sumar. Fyrstu 10 dagarnir í þessum mánuði voru kaldasta júnibyrjun á öldinni í Reykjavík og fara þarf aftur til 1907 til að finna kaldari júnibyrjun að því Trausti Jónsson veðurfræðingur hefur skrifað. Norðanhreitið var þó vissulega verra á norðan- og austanverðu landinu. Þessi nepja kom í kjölfar hlýjasta maímánaðar á landsvísu frá upphafi mælinga. Það það sem að snýra móti norður og það sést kannski á þessum trjám sem við erum að horfa hér að norðurhliðin miklu verri heldur en söðurhliðin á trjánum sem eru í vari. Það var búið að vera svo góðu tími þarna í maí, þannig að allur gróður var sérstaklega langt kominn og komið með stór blöð og var náttúrulega ekkert að rekna með að lendi í svona áfalli og ná þetta fína vor sem var komið. Tré sem standa svo að segja móti opnu hafi í Grafarvogi eru sum þannig að það eins og slett hafi verið á aðra hliðina drullumalli eða brúnni málingu og svo hafa þau fengið sjávarseltu í kaupæti. Þórólfur segir gróðurinn eiga eftir að jafna sig en að það taki kannski lengri tíma fyrir birkitré sem fengið hafa óbóna gesti eins og birkithembu og birkithelu. Vorkennurðu trjánum? Ég veit ekki hvort að maður getur notað þá lýsingu en auðvitað finnst manni leiðilegt að horfa upp á og maður náttúrulega þegar maður ræktunarmaður þá vill maður náttúrulega að gróðurinn líði vel og hann sé fallegur. Þannig að þegar kemur svona áfalla þá auðvitað það sjokk auðvitað. Listasumar hefst á Akureyri í kvöld, árleg hátíð í upphafi Jónsmessu með fjölda viðburða næstu 4 vikurnar. Nú Ágúst Ólafsson fréttamaður í Listagilinu, þar sem listasumar að hefjast ekki satt. Jú, heldur betur og þetta Kaktus, eitt af fjölmörgum rýmum í listasafninu á Akureyri og hér eru listamennirnir eiginlega bara rétt nýbúnir að setja listasumar. Elisabeth, það verður nóg að vera næstu vikur, ekki satt? Já, heldur betur. Það eru fullt af frábærum viðburðum framundan, bara alla Akureyri á fjölmörgum stöðum og nóg að vera í kvöld og sérstaklega flott hátíð líka þegar við lokum listasumri 19. júlí. Geta Akureyringar bara mætt núna á hverjum degi og fundið eitthvað skemmtilegt? Það bara liggur við. Endilega fylgist með á listasumar.is, það er enn að bætast við viðburðir og það er eitthvað fyrir alla, alveg 100%. Og listamennir eru eiginlega skemmt okkur í beinni útsendingu. Já, Fríða, hvað að gera? Við erum að VJ-DJa, Davíð að DJa og við Egill erum að VJa sem að svona klippa saman og vinna með vídeo í rauntíma. Svo eru opnar vinnustofur og opið hús og hægt að kíkja og sjá alls konar. Ekki bara stórskostandi að vera listamaður á listasumri? Jú, og mjög mikið að gerast í Kaktus. Næsta sýning einmitt bara á föstudaginn. Byrjar með gjörningi frá Aðalheiði Eysteinsdóttur í hádeginu á föstudaginn. Til að kíkja. Akkurat og ég held að sé ekkit annað en að segja bara gleðilegt listasumar og við þökkum bara kærlega fyrir okkur hér úr hópi listamannana hér á Akureyri.
Takk fyrir það, Ágúst Ólafsson. Og það haldið upp á Jónsmessu víða land, meðal annars á Hrafnistu í Reykjavík. Þar var boðið upp á sumargrill í hádeginu og Guðrún Árný Karlsdóttir tónlistarmaður skemmti íbúum og gestum. Jónsmessa fæðingarhátíð Jóhannesar skírara og hefur verið haldin hátíðleg hér á landi frá kaþólskum sið. Hún á sér djúpa rætur í íslenskri menningu og þjóðtrú og margir tengja hana við lækningar og hvers konar galdra. Og þá það veðrið. Á morgun koma skil upp að suðurströndinni og inn á land upp úr hádegi. Þeim fylgir aukin austlægur vindur og rigning eða súld allt sunnanvert landið, en norðan til verður þurrt fram yfir miðjan dag. Síðdegis verður heldur hægari vindur á ný og rigning eða súld með köflum í öllum landshlutum. Hitastig verður áfram svipað og það var í dag. En við ætlum að fara nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Gunnlaugur Árni Sveinsson komin í hóp bestu áhuga kylfinga í heimi. Hann stefnir hátt en býr nú og æfir við frábærar aðstæður í Bandaríkjunum, nokkrum metrum frá lifandi tígristýri. Andrea Kolbensdóttir setti Íslandsmet í 3000 metra hindrunarhlaupi á fyrridegi Evrópubikars landsliða í frjálsíþróttum í dag. Og nú 8 dagar þar til Ísland hefur leik á Evrópumóti kvennalandsliða í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Svo virðist sem átökum á milli Írans og Ísraels sé lokið. Vopnahlé ríkjanna sem komið var á í morgun heldur eftir reiðilestur Bandaríkjaforseta. Kristrún Frostadóttir segir að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins verði sögulegur en gæti þó orðið átakamikill. Hún og utanríkisráðherra eru komnar til Haag þar sem fundurinn haldinn. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vill taka upp sektir þegar vara í endursölu hér á landi stenst ekki evrópskar öryggiskröfur. Stór hluti af vörum frá kínverskum netsölutorgum inniheldur skaðleg efni. Hátt í 1000 manns hafa mótmælt fyrirhugaðri byggð við Vesturbugt í Reykjavík. Verktakinn segir ekki rétt að byggja eftirlíkingar heldur nútímaleg hús sem falli vel að höfninni. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má alltaf nálgast inn á RÚV.is en næstu fréttatímar þeir eru hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Hönnunarkeppni 2020